Fyrir mér krabbamein ekki það versta í öllum heiminum. Ég er með lítinn strák sem er með sjúkdóm sem hann kemur ekki til með að læknast af og verður alltaf honum til vandræða. En heima hjá mér, þá, eins og við segjum stund, þá læknast við að krabbameini. Það er sjúkdómur sem í okkar tilfellum var læknanlegur. Fyrir suma þetta það versta í heiminum og getur verið rosalega erfitt og sorglegt og er bara mjög alvarlegur sjúkdómur. En aðrar tegundir af krabbamein eru öðruvísi og mjög margir læknast af krabbamein. Ég held að það sé hvort sem maður er aðstandandi eða að greinast með krabbamein, þá skiptir stuðningurinn mjög miklu máli. Þegar maður fær greininguna að vera með krabbamein, þá er manni hent út í einhverja ringuði sem maður hefur einhver stjórn á. Maður þarf aðstoð. Maður fær aðstoð á spítala við sjúkdóminn og allt sem því við kemur, en maður þarf bara aðstoð við þetta daglega líf, hvernig maður á að höndla það, því það er gjörbreytt. Og tala við einhvern sem hefur gert þetta áður, það skiptir bara öllu máli. Mér fannst eiginlega erfitt að vera aðstandandi. Þú þarft að gera allt hitt. Það sem er veikur og hann er að tækla sjúkdóminn og spítalann og það allt saman og hefur rosalega góðan stuðning. Þú ert með krabbamein. Það koma allir og hjálpa þér. Vera aðstandandi, þú þarft að gera allt hitt. Vera í vinnunni. Það geta ekki allir ekki sér frí í vinnu. Þú þarft að hugsa börnin. Ótal símtöl, allir aðstandendur að ringja og þú ert með það oft hugga alla, útskýra fyrir öllum, segja öllum frá dag eftir dag frá ástandinu. Og hvernig hefur þú það? Ég hef það bara fínt. Alltaf fær maður svona spurninguna, hvernig maður kann ekki að svara því öðruvísi. Og svo þarf maður líka að vera stuðningur fyrir makann sem er veikur og reyna að halda haus sjálfur og hugsa sig sem maður getur ekkert. Maður fær oft líka að heyra, ert þú ekki að hugsa þig líka? Nei, ég gera bara seinna. Maður getur ekki gert þetta allt og oft setur maður sjálfur á hakann. Heimurinn bara fer á hvolf og þetta er rússíbani sem maður fer inn í. Og maður næri ekkert, það er ekkert hægt að höndla þetta allt saman. Bara þetta praktíska, hvernig ég tala við krakkana. Maður er ofta að hlífa sínu nánustu. Segir ekki alveg hvernig mann líður. Maður segir það kannski frekar við einhvern ókunnan sem bara rödd í síma eða maður veit ekki svona hvernig lítur út. Í sumir líka kannski upplifa aðstandendur, ég má ekki vera pirraður út í makann, hann er með krabbamein. Þótt hann sé alveg óþolandi núna. En þetta er náttúrulega ennþá maki manns og maður má alveg vera pirraður út í hann, þótt hann sé með krabbamein. Að bara fá samþykki fyrir þessum tilfinningum sem maður hefur og að finna fleiri hafa upplifað þær. Ég held að það sé bara mjög gott fyrir alla. Og líka bara finna að ég gat meira en ég hélt. Maður hefur meiri styrk í sér en maður heldur. Maður kemur sjálfum sér óvart. Stundum fer maður nóg og þá fer maður bara nóg. Svo heldur maður áfram. Þannig það sem eiginlega stendur upp og var allir þessi reynsla, þessi stuðningur sem að ég átti og fólk sem tók bara yfir og hjálpaði mér í gegnum þetta. Því að þetta skiptir náttúrulega máli hvernig maður fer í gegnum ferlið, hversu fljótur maður er að ná sér eftir það. Ef að andlega hliðin er í lagi þá er maður fljótar að ná sér líkamlega.